hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, við ætlum að ræða nokkur lögfræðileg álitamál næst harði tugadeilu Moggans og barnamálaráðherra. Þar sem að blaðið hefur spurt spurninga vörslu almannafjár og áróður, hvort stjórnarráðssíðu sé breytt í bloggsíðu. Nú greiðslufall Norðuráls gagnvart Orkuveitu Reykjavíkur. Maður fær ekki að búa heima hjá sér, lögmaður í fangelsi. Þetta svona brot af því sem við ætlum að ræða. Réttur settur og Gísli Tryggvason, lögmaður, kominn til okkar. Sæll, Gísli. Sæll. Velkominn. Takk. Það nú fátt meira rætt heldur en þessa deilu Moggans og barnamálaráðherra. Og blaðamannafélagið búið að í rauninni fordæma það hvernig ráðherra hefur notað stjórnarráðssíðuna og sem sagt vefsvæði hins opinbera að mörgum finnst í einhverju svona pólitískum tilgangi og það líka rætt það hvort hann sé að eyða almannafé í einhverjum persónulegum tilgangi. Andrés Magnússon blaðamaður á Mogganum, hann með næstu í heilsíðu í dag þar sem hann lýsir því hvernig hann reynir að taka viðtal við Guðmund Inga. Færir henni engin svör en á svona meðal spurningana þá finnst þér við hæfi að ráðherra amist við fjölmiðlum og störfum blaðamanna. Það ein spurningin. Vefur stjórnarráðsins ætlaður undir stjórnmálamálefni, á ekki pólitísk mála fylgja heima á öðrum vettvangi. Svo segir hann að pólitísk yfirlýsing hafi verið birt á vegum stjórnarráðsins sem kostar birtingu á erlendum félagsmiðlum, gengur það upp. Hann spyrir hvort hann skýli sér á bak við börn og aðalega virðist þetta vera rifrildi sem kemur á þessa stað getur maður sagt tvær ólíka skýrslur eða tvær ólíka rannsóknir. Hvað var það hvort börn að drekka meira? Eitthvað sem bendir til þess að ráðherra hafi farið við strikið í þessu máli? Það nú kannski erfitt að segja að það sé lagalega eitthvað en ég ekkert viss að þetta trufli almenning mikið og þau séu mikið að hugsa þetta svona venjulegt fólk en hinnar talandi stéttir eins og við höfum nú tilheyrt. Þær eru kannski mjög uppteknar af þessu og Silfrið myndist á þetta á mánudagskvöldið. Mogginn hefur náttúrulega alveg rétt fyrir sér að valdamenn eigi ekki að beita eða misbeita miðlum og óbeinu valdi sínu til þess að herja á frjálsa fjölmiðla. En að því að ritstjórinn sá sem hann sem að þótti nú ekki mildur við fjölmiðla, þá finnst manni þetta svona pínu grátbroslegt. Og Mogginn hefur náttúrulega lengi verið stórveldi. Hér það Mogginn sem hins vegar svolítið að atast í veikasta ráðherranum, í veikasta flokknum. Þannig að mér finnst nú ekkit augljós svona stærðarmunur eða Davíð og Golíat hérna en Mogginn náttúrulega lengi búin að vera amast við því að blaðamannafélagið hafi ekki stutt við baki á blaðamönnum Morgunblaðsins og þá ríkur auðvitað blaðamannafélagið til núna og styður við bakið á hinum frjálsa fjölmiðli í deilu við ríkisvaldið. En ég hefði nú sagt eins og fleiri eins og þarna í Silfrinu á mánudaginn að ef ég hefði verið að gefa ráðherranum ráð þá hefði ég nú sagt honum að hætta fyrir eða sleppa þessu alveg. En í Kastljósinu hins vegar á mánudaginn þá var ágætis umfjöllun þessa efnislegu deilu. Eru unglingar að drekka meira eða minna? Og það virtist nú bara að vera svona ágreiningur félagsfræðilega aðferðafræði eða eitthvað slíkt. Og ég áttaði mikið á hvað þeir réttað í málinu. Þar voru 2 sérfræðingar eða... Það einn vandinn, við vitum ekkert hvort unglingar eru að drekka meira eða minna. Nei, annað var svona byggt á tilfinningu fagmanns á vettvangi, hitt var byggt á einhverjum rannsóknum fagmanns í akademíunni. Þannig þetta var fróðlegt en ég var ekki miklu nær það eftir Kastljósið hvort að unglingar væri að drekka meira eða minna en einhvern tímann áður. Þannig að þetta virðist vera að deila keisarans skegg og svona einhver pissukeppni held ég.
Já, það flækir málið sko þetta sem þú nefndir að Morgunblaðið hefur náttúrulega sótt svolítið fast að einhverjum ráðherrum flokksfólksins og leitar kannski að veikasta hlekknum eins og nefnir það. Og það svona freistandi fyrir marga að skipa sér einhver pólitísk lið í þessu en efnisatriðin sjálf, til dæmis hvað varðar vörslu almannafjár, ef það fólk á launum helgar að skrifa eitthvað inn á stjórnarráðsvefin eða það verið að kosta á samfélagsmiðlum, umfjöllunum þetta og eitthvað svona í deilu sem virðist einhver leyti persónuleg, það góð ráðstöfun á almannafé? Ég efast nú til dæmis að aðstoðamaður eða einhver almannatengill í stjórnarráðinu fái mikla auka greiðslu eða útkall fyrir að sinna þessu á sunnudagskvöldi. Ég held að flestir af þessu starfsmenn séu á fastlaunasamningum, giska já. Þannig ég efast þetta hafi meiri útgjöld í för með sér, í sjálfu sér. En auðvitað það ekkit endilega smekklegt að ríkisvaldið sé að beita og þá vera sakað að misbeita svona þessum styrk sem að stjórnarráðið felur í sér. Þetta náttúrulega innbyggt í okkar kerfi, ég meina ráðherrar sem hafa allt embættismannakerfi með sér og sívaxandi her aðstoðamanna, þeir standa auðvitað oft sterkara vígi til dæmis í kosningabaráttu þegar stjórnarandstöðuflokkar eru kannski bara með örfáa starfsmenn, þannig að þetta innbyggt í okkar kerfi og ekkert nýtt. Nei. Og Davíð þekkir það ritstjóri Morgunblaðsins manna best. Já. En svona af því ég drapa nokkrum þeirra spurningar sem að blaðið reynir að fá svör við áðan og ráðherra segist bara vera búin að tjá sig þetta, hann ætlar ekkert að segja meira þetta. Einhver spurningana svo brýn að þetta kallist að einhver liti pólitískt hneyksli hjá ráðherranum? Það held ég nú ekki. Ég meina það nú bara til dæmis nokkrar vikur síðan maður sá sjálfan forsætisráðherra Dana segja svona 5 sinnum í sama sjónvarpsviðtalinu, ég búin að tjá mig og ætla ekki að segja meira. Þó var þar verið að spyrja ný atriði í miklu stærra hneykslismáli fannst mér en þannig ég held að þetta sé ekki stór hneyksli en þetta svona asnalegt. Þú sagði pissukeppni. Já. Þá aðgreifu þetta bara sem pissukeppni. Við ræddum ríkislögreglustjóra daginn. Þú spáðir því að Þorbjörg Sigríður, dómsmálaráðherra, myndi víkinni tímabundið frá og það vegna meintrar fjármála óreiðu. Það fór ekki alveg þannig en hvernig finnst þið málulókin? Já, það borgar sér náttúrulega að spá nokkru sinnum. Fyrst hafði ég nefnilega spáð öðru sem var reyndist vera því rétt að lokum en að því að það dróst þá kom ég með nýja spá. Já. En það hlaut auðvitað að fara svo eins og margir höfðu spáð að ríkislögreglustjóri myndi með einhverjum hætti fara úr embættinu. Hún fór með skjótt úr embætti? Skjótt, já, en eftir margra vikna, já, ok, 2 vikna limbo. Það sem sagt hlaut að fara þannig en hvort hún færi í ósátt eða einhvers konar sátt eða í annað embætti eða ekki, það var meira álitamál. Og mér finnst það svona, mér finnst það ekki nógu gott að það var mjög óljóst og held ég enn hvort að hún hefði sagt upp eða hvort að hún hefði verið flutt. Það eru svolítið ólíka réttareglur. Menn voru mikið að spá í hægt að víkja starfsmanni frá án áminningar. Það hægt þegar fjármála óreiða eins og ég nefndi hérna í síðasta þætti. Þannig að það hefur eitthvað vofað yfir ríkislögreglustjóra fyrirverandi þá. Þannig að hún ákvaða að ganga til einhverja samninga eða fá sig flutta en það var óljóst hjá ráðherranum til dæmis hvort að hún hefði verið flutt eða hvort hún hefði sagt upp og svo ráðin í eitthvað starf sem að vonandi nýtist hennar starfskraftar vel. Almenningi svíður nú að hún hafi haldið fullum launum vegna þess að það verður nú ekki séð að hún sé með sömu ábyrgð sem einhver. Já, það útskipunartíman, ég bjóst nú alltaf við því að því að ef að þetta ætti að gerast í einhvers svona sátt og ekki með málaferlum og bótagreiðslum eða bótakröfum,
þá hefði það nú alltaf þurft sko. Þetta þó skárra heldur en þegar menn eru bara sendir heim og í óljós sérverkefni eða eiga að standa til, hvað er þetta, vera til ráðstöfunar sko fyrir vinnuvendan en kannski ekki nýtt. Þannig hún að nýtast í verkefni þar sem að hún var nú svolítið frumkvöðl sko í kynbundu ofbeldi og umbótum á því sviði. Þetta pólitískt ásættanleg lausn? Já, ég held það nú, en ekki kannski alveg nú lögfræðilega ásættanleg, finnst mér. Ég skil. Við ræðum aðeins Norðurál. Það kom svolítið óvart, held ég, fyrir flesta þegar þeir neituðu að borga fyrir orkuna vegna þess að þeir hefðu talað þannig að þeir myndu standast skuldbindingar og mér finnst svolítið langsótt að þeir séu að vísa til að þetta sé svo ófyrirsíður atburður, bara tala eins og það séu náttúruhamfarir eitthvað, að það eigi við, hvaða mat leggur á það, þessi deil á leiðinni fyrir dómu einhverlega. Já, ég býst nú við því. Ég var svolítið hissað þegar þetta kom í fréttum, síðdegis eða undir kvöld á mánudaginn. Ég held að ég hefði kannski bara verið svo upptekinn að ég hefði mistað einhverjum fréttum að þetta kom alveg svo þrumur heiðskýru lofti. En svo sá ég að þetta var bara ný frétt og kom öllum óvart. Þar á meðal Orkuveitunni og borgarstjóra og þetta raskar fjárhag borgarinnar bara heilmikið heyrist manni á kosningavetri. Og skýringarnar finnst mér mjög hæpnar sko að því að það sem kallað er óviðráðanleg ytri atvik í íslenskri lögfræði eða act of God í enskumælandi lögfræði og force majeure í latnesku eða norrænni lögfræði. Það skilgreint sem sko eitthvað sem ekki hægt fræðilega fyrir viðkomandi að ráða yfir. Eins og stríð, náttúruhamfarir og verkföll. Sko þetta eru svona stóri atburðir sem einhver út í bæ eða upp á himnum eða hvað maður að segja ræður yfir. Þess vegna að segja að það er act of God. en þegar þetta er bilun í keri eða einhverjum rafölum eða batteríum sem ég kann ekki skila á, þá er þetta frekar eitthvað sem að fræðilega við hefði verið hægt að hafa vararafal eða varaker eða auka útbúnað einhvern á hliðinni en það er svona langt í það að það komi að þeir bara treyst sér ekki til þess að nýta rafmagnið en ef að það er rétt í Orkuveitunni að það hefur verið samið að þeir greiði fyrir óháð notkun hvort sem er notið ekki hvort þeir taka við, það er bara eins og ef ég panta eitthvað heim pakka af rækjum eða pakka af sokkum en þarf síðan ekki á því halda, þá get ég ekki sagt að ég þarf ekki á þessu að halda, ég ætla bara að skila þessu, þá eru kannski rækjunum fannar að skemmast. Rafmagnið náttúrulega þarf að nýtast eða greiðast. Mér finnst að koma svolítið óvart að það leiti ekki einhverja sátta í bili. Maður hefði kannski séð fyrir sér að þeir hefði getað náð 50 eða 30 eða 70% afslætti á einhverju eða þeir hefði bara lagt spilin á borðið og reynt að fara svona með friði inn í þessar aðstæður. Já, og ef að það er ekki samið eitthvað annað þá væntanlega bætast við þá kröfuna mjög háir dráttarvexti. Það er náttúrulega það dýrasta oft við að skulda. Það er þegar vanefnd verður og dráttarvextir og innheimtukostnaður sko bætast við. Ég fikk aðsenda eina spurningu. Það hefur mikið verið rætt vaxtamun bankana. Og að bankarnir eru fyrst og fremst að græða á vöxtum, vaxtaokri, íslensku bankarnir. Og það er spurt af hverju hefur Kristrún lagalega heimild til þess að breyta Landsbankanum sem að öllu leyti í eigu ríkisins þannig að þessi, sem segja, glæpsamlegi vaxtamunur verði ekki þar. Hagnaður bankans myndi náttúrulega minnka eitthvað því að hann borin uppi af þessu vaxtaokri en hefur Kristrún lagalega heimild til þess að bara skikka bankan til þess að koma meira á móts við almenning og þá myndu hinir íslensku bankarnir neyðast til þess að elta? Ég man nú ekki alveg á hvaða hendi sko eignarhaldið á bankanum er. Eða bara einhver ráðherra. Já, mér munur að segja hjá fjármálaráðherra en sem skipar þá stjórn eða sendir fulltrúa á aðalfund. Já, ég hugsa nú að lagalega sé nú hægt að sko skikka þá aðalfund og aðalfundur stjórn og stjórn bankastjóra. Af því hann er 100% eigu ríkisins. Já. En hvort það er svona hagfræðilega skynsamlegt en það eru margir svona miðjumenn sem hafa nú lengi talið að
það sé rétt að ríkið sé með einn aðila á markaði eins og einn banka eða eina bensínstöð eða eitt bakari til þess að mynda þá einhvern samkeppnisverð niður á við fyrir fyrir neytendur Þannig ég held að lagalega sé þetta nú ekki stór vandamál. Nei, þetta sé pólitísk ákvörðun. En ég enginn sérfræðingur í banka hvað segja ríkisbönkum. Er þetta ekki ansi góð hugmynd? Er þetta ekki pólitísk dauðafæri? Það hata allir bankana. Það hata allir að þeir hafa gjörsamlega vikið frá samfélagslegri ábyrgð og það bara hinn almenni maður sem að halda upp í þessum rekstri. Já. Með þeim ofurgróða sem að fylgir rekstrinum. Við erum skuldpínd þjóð og þetta eru ekki verjandi vextir, vaxtamunurinn. Þetta er ekki bara seðlabanki. Nei, mér finnst þetta ég nú svona frekar á þessari línu en ég hugsa nú að hægri menn margir og hagfræðingar, þeir sem að þekkja betur til svona viðskiptafræði en ég, myndu ég vil mótmæla þessu með ofurgóðan þess að hann alltaf miðað við eigið fé og ef eigið fé svolítið hátt þá gróðin kannski ekkert rosalega mikið með eitthvað annað, hef ég oft heyrt. En ég bara ekki nóg klár í þessu til þess að segja mikið meir það. Það alltaf mjög þreytt svarið að þeir séu með svo íþyngjandi reglur að þeir þurfi alltaf eftir bankahrunið þá þurfi að gæta að svo mörg og eitthvað svona, það alveg hlægilegt. Já. Heyrðu, en myndbirting af Snorra og syni hans, var hún siðlaus verknaður eða baðan þetta? Já, þar eru líka pólar eins og svo oft, það annarkvort alveg austur eða alveg vestur og ég stundum í miðunni, menn hafa sagt, fyrst hann tók barni með sér á einhvern flokksþing og leyfði myndatöku, þá sé hann bara sjálfur sekur þetta. En myndbirtingar gilda kannski sérstakar reglur það annars vegar almenning og hins vegar opinberar persónur. Snorri opinber persóna, en svo eru kannski sérstakar reglur börn. Og ég hallast nú að því að, sérstaklega því að móðirinn var á móti þessari myndbirtingu og auðvitað faðirinn líka, að þá hefði þetta nú mátt leysast hraðar þannig að vísir drægi myndina tilbaka, í tengslu við þessa fyrirsögn. Líka því að barnið þá að blönduðum uppruna. Það sem rasismi kom við sögu í fyrirsögn. Já, mér fannst þetta svona svolítið ósmekklegt að því að það bara gilda önnur lögmál opinberar persónur en það gilda líka önnur lögmál í hináttina börn, þar á meðal börn opinberar persóna. Ef þetta hefði verið kært fyrst til siðanefndar og eða fyrir dómstólum, myndirðu vilja spá fyrir hvernig þetta hefði farið? Já, allir ekki klofnað. Dómurinn hefði klofnað. En þú segir, þetta svona einhvers staðar á miðjunni, það ekki alveg ljóst. Já, ég meina, ég með mál sem væntanlegt fyrir landsrétt þar sem að ein röksemdin hjá gagnaðalun eða lögmanni gagnaðalans að myndbirting hafi verið óréttmætt og að það sé einhver réttur til myndar en það held ég sé nú frekar veik röksemd hjá gagnaðalun. Þannig að það það lögmaður í fangelsi. Já, gæsluvarðhaldi, já. Á gæsluvarðhaldi. Grunar að hafa aðstoðar við jafnvel einhver fíkniefna misferli en aðrir segja að það sé ekki tilviljun að þessi maður sem hafi búist til þess að aðstoða hælisleitendur frítt eða eitthvað svoleiðis hafi verið tekin út. Maður veit ekki alveg alltaf hvaða samband á milli einhvers konar fordóma, útlendingaandúðar og aðgerða lögreglu sem og annara stofnana hefur myndaði skoðun á þessu máli? Nei, maður heyrði bara þessu síðdegis í gær og veit of lítið þannig að vonandi passa löggan upp á bæði að láta ekki fordóma stjórna sér og líka að það virðist ekki vera, það verður líka verið ásýnd þess að þeir hafi málefnileg rök en það var svolítið sérstakt að lögreglan Norðurlandi eystra skyldi senda menn suður held ég til þess að handtaka þennan lögmann og fá hann í gæsluvarðhald, það svolítið óvanlegt líka. Já, einmitt. Fyrir utan að það ekki algengt að lögmenn séu settir í gæsluvarðhald. Það ekki algengt. Hann hefur ekki verið nafnbirtur, þessi maður. Nei. Heldur hann hefði verið nafnbirtur ef hann gegndi starfi sem að þætti neðar í gókunaröðinni?
Nei, kannski frekar ef hann væri ofar í gógnaröðinni. Ef þetta hefði verið ráðherra eða þingmaður eða eitthvað. Já, það hefði verið annar mál. Já. Sammála. Heyrðu, við verðum að fara að klára þetta, en samningur réttindi fatlara hefur verið lögleitur. Já. Mun hann sannarlega reynast bót, sumir segja að þetta snúist ekki neitt annað en bara einhvern aukinn rétt til málsóknar eða já. Já, ég held að svona lögfesting, svona alþjóðasáttmála sé alltaf bót, en það ekki alltaf fyrir sér fyrir löngu seinna eða eftir á. Hversu mikil bót? Ég held að verið með mikið af málum sem varða einhverfa, bæði sem gerendur og þolendur og aðila að erðamálum og svona. Já. Og ég hugsa til dæmis þegar mikið fatlaðir einstaklingar eigi hlut, þá verið auðveldar að til dæmis að gæta réttinda þeirra á svona forstigum máls. Já. Með þennan samning lögfestan. Já. Þannig að þetta örugglega eða líklega réttarbót. Já. Heyrðu Gísli, við komumst ekki lengra í bili, en kæra þakkir fyrir komuna og við segjum þá bara réttur ekki lengur settur. Takk. Takk fyrir komuna. Höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is